Já, maður verður að reyna. Hvernig ætlar að gera það? Já, það verður að koma í ljós. Gekk illa síðast. Hvað var það? Það var bara smá bilun. Kveikinu. Það er komið í lag núna? Já. Ætlar að taka þetta á leikninni eða ætlar bara að standa hann? Já, það verður sannlega að gera hvort ekki. Já, og skulum fylgjast með honum Einari. Hér þetta mikil sterpaðan upp brekkuna. Kláraði leikninn. Hann er ekki með beygjar aftan eins og Þórir. Það er að passa að stoppa ekki. Hann er nú mjög nálægt í þarna. Einar er, já, geysilega skemmtilegur og á að horfa sem kjensmaður og það sem gerir torfarna hvað skemmtilegur sumar er breytið þar og þetta er ekkert að sjá svona ábúin vinnilegur og núna vinnur hann eiginlega aldrei. Það er gaman að sjá hvað eru orðnir góðir ökumenn, sérstaklega Einar. Keyrir þetta mjög vel. Ákveður þarna í stað þess að stoppa að keyra áfram upp barðið og fær þar alveg 300 stig. Það var Helgi Sjutt á Greifanum. Það er sama sagan líka, hann hefur virkilega verið að bæta í sig í sumar og sýnt snilldarakstur. Þessi beygja virðist vera ívið og kröpp en þeir redda sig með að fara upp í hliðarbrekkuna og hann fer þetta áfallalaust, 300 stig. Það þarf ákveðið hugrekki að gera þetta. Þú ættir nú að þekki það, Björn? Ég er ekki viss að ég myndi þora þessi í dag. Gísli G. Jónsson, þú ert hérna á rosalega öflugum bíl. Hvað ætlar að gera núna? Núna? Það er að reyna að sigra. Það er text, náttúrulega. Lístu vel á brautirnar? Já, já, líst vel á þær. Stendur þið sem skildi í mótinu? Ég hef náttúrulega ekki staðið mér nógu vel, ég veit ekki það. Lendi í vesinni hérna fór á hellu, fekk 400 refstið fyrir að mæta og seint. Og það náði ekki gegn hvort kemur út af það, sko. Annars hefur þú náð tölvöld betra sætið, ekki satt? Jú, ég var í 4. sæti eftir fólkið. Datt niður í 13. Þú fékkst 400 stig í refsingu, eða ekki? Hvað ætlar að gera núna? Já, reyna. Já, Gísli er hófarinn uppáhaldur. Þess að geta refsastigin voru fyrir að mæta og seint. Það er nú hlutur sem menn ekki láta koma fyrir. Það var nú einhvern misskilningu hjá Gísla sem ásakaði það. Þá fylgist með honum í brautinni. Það hefur ekki stoppað hingað til. Gerir þetta mjög vel. Ekki nógu góður beygjurætti í þessu bíli þá. Það fer þetta samt. Já, alla leið. Það var að Reynir Sigurðsson á kjúklingnum. Reynir er búinn að keyra áfallalaust fram að þessu. Það var bara að halda því áfram. Bara að fara niður fyrir rauðardekki hérna og hans hægri hönd. Komið þarna frá hjá því. Tekur beygjuna þarna. Full kraft. En hann... Já, býður við. Nei. Óðalegu snúningur á vél ef minn á dekkjum eitthvað. Já, fær ekki nema 210 stig. Ég vil að sjá hann fara alla leið. Það er eitthvað komið fyrir. Það var önnur þraut. Það var Steinar Kristjánsson. Nei, þetta er rosalega laus sandur þarna. Þeir grafa sig bara niður. Og enga veginn og ákveðinn. Og það er nú stór hluti af þessu. Sjáum Stefán keyra þetta. Þannig er Stefán farin að sýna sína réttu taktar. Hann hefur ekki náð sér á strik almennilega í sumar. Hann hefur allt og sem til þar. Og sem það var gott. Já, þetta er steppi. Þetta er þetta vel keyrt hjá hann. Á heimaslöðum, þá er það Þórir Sjutt. Gaman að fylgjast með hvernig það beitir afturdekk. Nei, heyrðu. Þarna fór illa, þarna með ekki festa sig. Steinar fékk 90 stig þegar það festi sig þarna. Sjáum hvort hann ná ekki að klóra sig úr þessu.
fylgjumst með hvernig hann beitir afturdekkunum inn í brekkuna. Hann hefur þarna skemmtilega möguleika. Hann getur læst afturdekkunum í beygju. Kerið því hliðarhandana mjög vel. En fær ekki nema 190 stig. Þannig var nú seinna að beygja upp í brekkuna og svona gefa í hana. Í stað þess að hengja sér, stilla sér upp í miðri brekku og ætla svo að vera tilbúin að gefa upp. Þá er það Einar. Þetta er bara að saksa á barðið. Svona hólar hverfa vel oftast með fyrsta bíl en samt gaman að hafa á þegar það er að beita bílunum. Já, klára. Það var lagið Einar. 285 stig. Einar er engin venjulegur að koma. Það er Helgi Sýtt hérna á hleyjuferð. Gerir þetta hárrétt. Tvö dekk sem hann tekur. En klárar enga síður, 240 stig. Og Gísli Geirason. Tekur þarna dekk í barðinu. Svona klára. Nei. Glæsilega stokki hjá honum. Það er frákastið á barðinu orðið svolítið hann. Þeir eru byrjað að grafa í það. Þetta er snyrtilega reddað. Já, þeir eru farnir að læra á svona börð. Þá er það Reynir á gjörlingnum. Áfallalaust hingað til. Að halda sig í brekkunni, ekki taka dekk. Það er skemmtilega gert hjá hann. Já. En klárar ekki alla leið. 250 stig. Það vantaði bílinn til ákveðinni þarna í endan. Þá er það Árni. Hann verður nú að fara að rífa sig upp í fyrsta sætið. Honum hefur ekki gengið nógu vel í sumar. Það er mikið af óhöppum hjá honum. Þessi braut er nú tilvalin fyrir hans bíl. Það er að gera þetta mjög vel. Tilvalin fyrir Árna er það ekki? Nei. Og þarna lendir hann í sömu gildur og Gísli. Þau eru missa gripið þarna frá vinstra afturhjólinu og bara... Það er glæsilegur undirvagnin á bílnum hans. Þá er það Kjartan á hlébarðanum. Lengra í þetta skiptið, 210 stig. Og það skortir ákveðinina sem reynslan gefur mönnum. Kemur þetta nýtilegs. Það voru við stödd í þriðju þraut. Stefán Sigurðsson hérna restum fyrstur. Og klárar allar leið, 285 stig. Hefur tekið eitt dekk. Það var Þóri Sjött. Með sín beygju dekka aftan. Sjáum hvernig hann beitið þeim hérna. En þessi dekk hafa að vísu ekkert grip í hliðarana. Þessi dekk eru hönnuð fyrir sandspyrnu sem er yfirleitt keppni í að keyra beint á hann. En hann klárar enga síður, 275 stig. Þá er það Einar Gunnlaugsson. Þessi þraut er tiltölulega létt að mínu áliti. Þeir þurfa bara að vera ákveðnir, ekki missa ferðina og taka ekki dekk eins og Einar gerir hér. Hvernig klára brautina? Jú. Veglæsi bragg, 285 stig. Einar er stillingur. Þá er það Reynir. Já, tekur hér mjög vel. Losnaði dekki sem að Einar tók á hann. Þá áfallalaust hingað til. Já, klára þetta glæsilega, 300 stig. Kjúklingurinn kláraði braut. Gott hjá honum. Bara Árni Komsson. Og hann sleppti spökkið líka. Já, einhver hætti álíka vel og Reynir. Það er betra að maður ná honum. Jú, 300 stig.
Þá er það Finnur Aðalbjörnsson. Gaman að fylgjast með þegar menn koma nýju til leiks. Sjáum að hann vandar sig mikið hérna. Tekur hérna dekkið sem maður hafa átt í erfiðleikum með. Það er svo bara að standa hann. Upp brekkuna. Nei, það er frákast. Uss, 75 stig. Það er ekki gott. Það missir hann eitthvað á hlið. Býtu, svo kemur hann aftur og það fyrst brotna öxull fyrir utan leigu. Og við sjáum að staðan er mjög jöfn eftir 3 þrautir. Stefán Sigurðsson í fyrsta sæti, þá Einar Gunnlaugsson, Gísli G. Jónsson í 3., Árni Kópsson í 4. og Helgi Sjött í 5. Við sjáum að það er ekki nema 75 stig sem skilja hann ekki fyrsta og síðasta sætis og 5. sætis. Þá er stödd í 4. braut. Það er Stefán Sigurðsson sem er í forystu. Þarna koma holur sem að reyna mjög á fjöðrun bílana. Bara þetta nú liggandi. Og svo er að klára þrautina. Jú, 300 stig. Og þá Þóri Sjött. Og sjá hvað sjálfstæðafjörunni gerir í hólunum. Tekur hann eitt dekk. Skemmtilegt dekki. Enda fær hann 285 stig. Og þá er það Einar Gunnlaugs. Það er hann í öðru sæti. Það eru 15 stig sem skilja á milli hans og Stefáns. Þá er hann vandað sig. Já, glæsilega gert, 300 stig. Og Árni. Mjög erfið barátta, þeir eru mjög jafnir. Árni gerir þetta mjög vel. Þetta að vísa ekki með 270 stig. Þá er það Kjartan. Stig, glæsilega gert. Það hefur verið að tilkynna tilþrif þessum bíl. Það var Einar Gunnlaugsson í 5. þraut. Góð tilþrif hjá Einari, 200 stig. Það er þokkarlega vel að sér vikið með hvað þrautin er erfið. Það var Helgi Sjött. Þess að geta hann ekkert skildið Þóri Sjött. Vel kert hjá Helga, 220 stig. Það var það Gísli G. Jónsson. Hann er 30 stigum og eftir Einari í 3. sæti. Eftir 4. þraut. Skortur hún eitthvað ákveðnina. 185 stig. Ekki dugar það. Það var Árni Kópsson. Það eru 25 stig sem skilja á milli hans og Gísla eftir 4. þraut. 210 stig. Vel gert hjá Árna. Þá er það Kjartan. Hann er í 8. sæti eftir 4. þraut. Þetta var virkilega vel gert hjá Kjartan. Hann sneri þarna yfir fyrirnallir og laði bílnum rétt og þá er það Stefán. Já, fallega gert hjá hann. 240 stig. Þá var það Alcatraz til tannaninn. Hann er kemur með sjálfstæða fjöðrun og beygir á aftan og sérstök skófludekk í torfærin. Þá fáum við sjá tilþrif hjá þér í bollinum og eftir. Að reyna það. Sjá hvað hann kemur langt allavega. Að hann á að hafa það leikandi. Er það ekki bara harkan sem gildir? Jú, það þýðir ekkert annað. Og þá er hann lagður á stað í tímaþrautina. Þessi þraut byggist að mestu leyti á tíma. Þeir mega ekki taka dekk, tapa við það stigum. Þeir mega aftur á móti stoppa og bakka að vild. Síðan þegar allir keppendur hafa ekið þessa þraut, þá er meðaltal tekið af öllum tímum og fyrir það fást 300 stig. Þeir sem aka á betri tíma fá hærri stig og þeir sem eru á lakari tíma fá að sjálfsögðu lægri stig. Þá er það flotið í pollinum. Þarna hefði hugsanlega mátt bæta úr með því að bæta við dempara fyrir botni því að sést hvað Hásingi fór að lemja. Og hann einfallega kæði vélina þarna í pollinum.
Þá er það Reynir Sigurðsson. Nei, eitthvað slakar hann nú á gjöfun í pollinum. Jæja, hann er þá að klára. Þú ert að gera þarna smá stefnubreytingu finnst mér. Og þarna er markið, 307 stig fara hann. Þá er það Árni Kópsson. Hann er þekktur fyrir að standa sig vel í tímabreytum. Árni kemst ótrúlega hratt í gegnum tímabreytir. Hann er með 800 hestafla vél fyrir utan nýtró. Með nýtró gerir vélinn hátt í 1000 hestum. Og í tímabreytir stundum alveg ótrúlega þunga löpp á bensinkjöfunni. Skulum fylgjast vel með hann Árna í þessari þraut. Góður hraði á honum. Góður tími getur ráðið úrslitum. Glæsilegur. Nei, heyrðu, hann fer nú full hratt í gegnum endaliðið þarna. Hann er auðvitað ætlað að stökkva smá fyrir áhörvendur. Þetta var leiðilegt. Skulum sjá þetta eftir. Eykur þetta mjög vel. Flýtur vel yfir pollinn. En fer svona vitlaust í gegnum endaliðið eins og við sjáum hér. Frákastið á afturdekkinu er full mikið. Þetta eru geislitilri. Og Árni endar á toppnum. En bíllinn leit út fyrir að vera mikið skemmtur en var það reyndar ekki eins og leit út fyrir fyrstu. Árni slapp að sjálfsögðu alveg. Árni, hvað gerðist? Hann bara tók völdin bílinn þegar ég fór yfir pollinn. Þegar ég setti nýtróðinn þegar ég kemur upp pollinum og þá misti ég bara stjórn á honum. Varst ekki aðeins svo kaldur? Nei, kannski ekki svo. Hvað býstu að konum vil hafa fyrir næsta kemni? Þetta er ekkert maður, bara smá beiglur. Ætlar ekki bara að nota tækifæri og smíða nýja bíl? Það er náttúrulega það sem átt að gera í vor, sko. Þá átt að smíða nýjan bíl. En fjárhagurinn í þessari íþrótt er ekki beint beisinn. Og við skulum fylgjast með Kjartani. Klára tímaþrautina. Það er ákveðið floti. Já, flýtur alla leið. ...323 stig fara hann. Á hvaða braut lístu best? Já, ég held að sé nú engin einn sem skara fram úr. Mér lyfti vel að pollinu í tímabrautinni, hann er stór. Ætlarðu að taka hann með trompi? Já, á 4 núna. Ætlarðu ekki að ná Íslandsmeistaratitlum? Hvernig er þetta? Það reynir það náttúrulega. Já. Það tala um að ná honum á 4, það var hann mistu dekk undan í fyrra í pollinum og kláraði það samt með glæsilegu tilþrifum. Já, þess má geta að næstu helgi verður keppt í rally í Borgarnesi og sunnudagi verður kvartmýla. Jú, og svo er hérna hópur áhættuleikara og á samt Bigwood. Þar fór Stefán ekki lengra. Stoppar á sama stað á Gísli. 58 stig. Stefán, hvað kom fyrir? Það var bilun í nýtróbúnaði sem að gerði verkum að fúska út í miðjum polli og fyrir enda fyrir hann líka. Svo held ég að sé og mörg hjól undir honum líka. Já, þú varst yfir með 3 síðast. Já, það var mun betra. Það er miklu betra flotið þannig. Það virðist vera. Hvað ætlarðu að gera næst? Kíka á sér lag og halda áfram. Og halda forystunni? Já, það hefur ekki slakað á. Stefán Múristi. Við sáum að þeir halda þarna fyrir eyrun þegar Þórir Sýtt tekur á stað í tímaþrautina. Þessi bíll er virkilega, eins og ég var að reyna að segja á það, hann kemur með marga nýjungar inn í einu og tekur áhættur. Og það merkilega er að þetta virðist allt hafa gengið upp því að bíllinn hefur skilað honum virkilega vel og hann sjálfur mikið góður ökumaður. Það virðist eitthvað bját á þarna. Snúningum með vél er geysilegur en bíllinn hrifist ekki. Þórir, 45 sekúndur. Þú stóðst vel í tímaþrautinni. Ertu sáttur við þetta?
Nei, reyndar er ég ekki sáttur við það, því að ég veit að ég geta staðið mig mun betur. Ég setti svona lokaði loftræðsvagninum á framan til þess að koma í veg fyrir að það myndi fá vatn inn á sig og drepa á honum í pollinu. Ég hef greinilega lokað allt of mikið því að vélinn fékk bara ekki nóg loft. Hún fór bara í 5.000 snúninga. Ég var komin í hæsta gír og hún náði bara einhverju ferð, sko. Ég hef getað farið svona 3 sinnum meiri ferð úti. Ég hef verið svona 90-100 km hraða, mestalagi. Ég hef getað sett hann í svona 220 áður en ég kem út úr polli. Og náðu að fljóta alla leið. Það er leikand. Þú hafði nú tækifæri til að beita hjólunum vel núna. Já, ég klúðraði hérna einn í þraut. Það var rosalega laust þar. Og hérna, samspilnusterkið mín aftan hafa virkað alveg vel í sandi. En það sem þetta er mjög laust og púðurkennt, þá virkaði þetta ekki eins vel. Hann greifði sig bara niður. Þannig að ég náði mér ekkert á stað og hann bara sökka aftan og ég leit aftur hvað er að ske og þá settist ég á hrygginn þarna. Já, þannig að hann hefur ekki mikið grip. Ekki í þessu svona rosalega lausu og fíngerðu dóti. En ef það er blautur sandur og sandur, þá er það rosalegt grip. Það er smá vandamál með flæði á lofti inn í vélinni á mér. Ég er í rauninni með mjög litla innspýtingu. Og það sem þið eru að sjá göslaraganginn á mér, þá eru ekki að sjá nema 70-80% af vélarorkunni. Ég ætla að prófa þennan stærri blöndun núna og sko, þá sjáum við loksins að snúa. Sko. Þessi vélinn er gerð til að geta snúist upp í 10.000 snúningar og ég er alveg langt frá því. Þannig ég er á leiðinni rauninni að lulla henni í hægaganginum upp alla brekkur. Þannig að þú ert alltaf að læra í hverju keppni? Já, ég er alltaf að læra eitthvað nýtt og alltaf þetta betra og betra. Þannig ég á alveg heilmikla orku eftir í þessari vél sem ég á eftir að sýna og ég geri það í haust. Já, það er gaman að fylgjast með því, en hérna er Einar Gunnlaugsson að leggjast það í tímaþrautina. Ekur þetta mjög hratt og áfallalaust. Við ætlum að geta á sunnudagi var haldið bílkross við Hrísvíkurveg. Við munum sýna frá því í næsta þætti, en hérna klárar hann Einar. Vel kert hjá Einari. 355 stig fyrir tímaþrautina. Og hann vinnur þessa keppni með glæsi brag, 1725 stig. Árni og Þóri voru jafnir að stigum og fór svo að Þóri lenti í öðru eftir að dregið var annarsætið. Í 4. sæti er síðan Kjartan Einarsson, 5. sæti kemur Reynir og Stefán datt niður í 7. sæti eftir að hafa haldið forystuna allan tíman. Þá kemur Gísli G. Jónsson í 7., Helgi Sjött í 8., Sigurður Axelsson í 9. og Finnur í 10., Steinar í 11. og Helgi Skjaldarsson í 12. Látum þetta duga að sinni en sjáumst að viku liðinni.